fæ ég rosalega oft spurninguna hvernig verð ég góður í rúminu? Eða góð, eða gott. Og það sem fólk að meina þá er bara hvernig verð ég góður í að stunda kynlíf. Og það er eitt lykilinnihaldsefni og það er að tala saman. Ég heiti Indíana Rós og ég ætla að kenna þér hvernig þú er góður, gott eða góð í rúminu. Það eru alls konar ástæður samt af hverju fólk vill kannski ekki stunda kynlíf og er ekki tilbúið til þess. Bæði fullorðnir, það er ekki allir sem hafa áhuga á að stunda kynlíf, en líka þegar maður er unglingur þá er maður kannski svona, ég er ekki alveg tilbúin, ég veit ekki hvort ég sé tilbúin. Sumir vilja bíða þangað til þau eru gift og aðrir vilja bíða út af einhverjum öðrum ástæðum, en maður þarf þess ekki. En hvernig veit ég hvenær ég er tilbúin að byrja að stunda kynlíf? Það er ekkert ákveðin aldur. Sumir eru byrjar fyrr að stunda kynlíf, aðrir seinna. Þannig að það eru alveg svona nokkru hluti sem maður vill velta fyrir sér. Þú veist, veit ég hvað mér finnst gott, þori ég að segja hvað ég vil, er ég tilbúin að eiga samtal kynlífið, veit ég þarf að huga kannski getnaðar eða kynsjúkdómavörnum, alls konar svona þættir sem við viljum pæla í, frekar heldur en eitthvað svona ákveðin aldur eða allir eru tilbúnir á sama tíma. Af hverju er ég að elda? Elda, ég er nú ekkert að elda, ég er að gera samlöku og tala kynlíf í leiðinni. Því þetta er dálítið það sama. Ef að ég núna, til dæmis, ég er að fara að bjóða hérna góða upptökumanninu mínum samlöku og ég vil spyrja hvað hann vill. Ég vil ekki bara áætla, hann vil ég bara nákvæmlega sama og ég. Viltu smjör? Ekki? Ok, ég seti smjör á mitt. Sko, lykilatriðið er að fá samþykki og stundum þegar fólk heyrir samþykki þá misskilur það dálítið oft hvað það er, heldur að það sé bara eitthvað svona lögformlegur samningur sem það þarf að fara og skrifa undir eitthvað svona já og nei við einhverju. En það er miklu meira bara svona samtal og flæði og það er alveg nokkru hluti sem það þarf að hafa í huga. Við viljum alltaf passa að það sé óþvingað. Þú getur ekki fengið samþykki ef þú ert að neyða einhvern til að gefa þér samþykki. Eða hóta, eða suða, þú veist, please, viltu sofa hjá mér, please, bara smá stund. Ef þú elskar mig í alvörunni, þá myndirðu vilja sofa hjá mér. Það er svona þarf maður að tala saman, ógeðslega mikilvægt. Við viljum að það sé upplýst. Þannig að við vitum hvað við erum að samþykkja. Þannig ef ég segi, nei, ég ætla ekki að setja smjör á brauðið þitt, svo set ég smjör á brauðið þitt, þá er það kannski ekki alveg það sem þú vildir í samlöku. Og við erum að samþykkja einhvað ákveð. Þannig ef ég segi, ég ætla að nota smokk og setja smokk á mig og svo tek ég smokkinn af, það er ekki samþykki. Þannig það getur verið ofbeldi líka. Og það verður að vera bara svona af fullum áhuga og vilja. Viltu pítusósu? Já. Sem þýðir bara að líkaminn er basically að segja já, mig langar í þetta. Stundum er maður ekkert eitthvað geðveikt æstur í kynlíf. Til dæmis ef fólk er að búa til barn, þá er það kannski ekkert eitthvað, vá, mig langar ógeðslega mikið kynlíf núna, þess vegna ætlum við að stunda kynlíf. Heldur það er meira kannski að búa til barn, það er kannski að gerast á einhverjum ákveðnum tíma mánaðarins. Og þannig ég er alveg til í kynlífið þótt að ég sé ekkert eitthvað ógeðslega spennt. En svona heilt yfir þá viljum við að líkaminn okkar er bara basically að öskra já á okkur. Viltu pepperoni? Kekja. Það er alltaf afturkvæmt sem þýðir bara, ég má alveg prófa eitthvað. Ég má prófa eitthvað að segja, já, ég hef kannski ekki prófað. Kannski ef þú bara aldrei fengið pepperoni á brauðið þitt og þú ert bara, já, ég er alveg til í að prófa. En svo smakkur það og þið finnst það ekkert gott. Þá getur maður hætt í kynlífi að gera það sem maður er að gera. Alveg eins og með samloku, myndu bara opna samlokuna að taka pepperonið af. Mér langar ekki pepperoni, mér langar í skinku. Þannig ég ætla að setja skinku á mína samloku. Það er líka oft með unglinga þau eru kannski að prófa sig áfram, stunda kynlíf eða í samböndum eða eitthvað svona. Og þau veit ekki alveg bara hvað finnst mér gott, hvernig á maður að vita hvað mér finnst gott í kynlífi ef maður hefur aldrei stundað kynlíf. Þannig það getur alveg svona flækst fyrir fólki en það er kannski svona með því að prófa sig áfram sem maður uppgötar hvað manni finnst gott eða hvað manni finnst ekki gott. Það er samt alveg sumt sem ég bara svona veit að mér finnst ekki gott og mér langar ekki að prófa. Til dæmis síld, sko, mér finnst ekki síld góð og ég veit að ég er ekkert rosa mikið fyrir fisk, en ég ætla ekki að setja síld á samlokuna mína. Vilt þú síld? Nei. Ég myndi samt ekki vera bara, það er samt rosa margir að tala að síld sé góð á brauð. Á svona, hvað heitir hérna, svona smörrubrauð, fólk að setja síld á svoleiðis. Þannig að þótt að ég hef séð eitthvað eða heyri aðra tala það, þá ætla ég bara að skella síld á brauðið hans af því að hann sagðist ekki vilja það.
og ég vil vera viss það sem ég vil gera í kynlífi, að ég sé með samþykki fyrir því og manneskjunni líði vel. Að við stundum yfirleitt kynlífi til að líða vel, þótt að sé líka auðvitað út af alls konar ástæðum, til að eignast börn eða bara minnka stress, til að bara auka nánd, þannig að alls konar leiðir eða ástæður okkur fólk stundar kynlíf. En það er bara mikilvægt að tala saman, þótt að fólki finnist það geðveikt vandræðalegt, en mér finnst eiginlega meira vandræðalegt ef ég var að stunda kynlíf og svo ég bara eftir á bara, ég veit ekkert hvort mér fannst þetta gott eða ekki, bara ekki hugmynd. En ef maður að tala og að spurja, þá eiginlega bara svona, getur maður tryggt að maður veit að manneskjunni líður vel. Og samþykki ekki endilega alltaf bara með því að tala saman. Maður verður líka alveg að fylgjast með líkamsviðbrögðum manneskju. Af því þegar fólk til dæmis verður fyrir kynferðislegu ofbeldi, þá er bara algengasta viðbragðið að frjósa. Þannig að ef ég hérna í sleik og þegar ég tala kynlíf, þá ég ekki endilega að tala bara samfarir, kynlíf getur auðvitað verið alls konar. En segjum að ég sé í sleik við einhvern og ég bara get skotin í þeim og verðum í sleik. Og svo setja ég hendina sína á brjóstið mitt og mér finnst það óþægilegt. Það er líklegast að ég bara frýs. Ég veit ekki alveg hvað ég segja eða hvað ég gera. Það er svona svo mikilvægt manneskjan sem væri í sleik við mig, myndi það bara svona, hún tekur eftir að ég ekki alveg að bregðast eins við, það eitthvað breytt, að hún bara stoppi og spurji, hei, Indíana, allt í lagi? Og kannski ég bara, já, mér fannst þetta bara svo geggjað gott að ég bara náði ekki að tala. En kannski þetta bara svona, ég veit ekki, mér finnst þetta smá óþægilegt. Þannig við viljum alltaf vera að tjekka inn líka. Viljum alltaf passa við sem að fylgjast með hvernig fólk að bregðast við í líkamanum sínum, ekki bara hlutinni sem þeir segja. Og það er svona líka eins og ég talaði áðan með suðið, sem halda kannski bara, já, hún sagði já, en það var að því ég er búin að suða, en ég fekk já, en það er ekki samþykki. Og við viljum að þetta sé mjög skýrt, og þegar fólk heyrir mig segja þetta og er bara, ertu það bara alltaf að spurja, má ég gera þetta, má ég gera þetta, má ég gera þetta? Maður er svona, já, kannski fyrst þegar ég að kynnast manneskju, ég veit ekkert hvað henni finnst gott og þetta er kannski bara fyrsta skiptið sem ég að stunda kynlíf, ég veit kannski ekki hvað mér finnst gott heldur, þá vill maður tala rosa mikið og ef að fólk finnst eitthvað svona geðveikt vandræðalegt að ætla að tala í kynlífi, viltu ólífur? Ég elska ólífur. Þannig að finnst það kannski gett vandræðalegt og óþægilegt, en það er bara svo mikilvægt ef maður vill stunda gott kynlíf að geta að tala saman. Það má alveg vera vandræðalegt, það má alveg segja ok, sorry, mér finnst þetta gett vandræðalegt að tala svona mikið eða vera að spyrja svona mikið eða pæla svona miklu en mér finnst það bara mikilvægt að ég vil að þér líði vel. En svo líka stundum, mér finnst ólífur geggja góðar. Stundum langar mér ekkert í ólífur. Stundum er bara eitthvað svona mánudagur í mér og ég bara mér langar ekki í ólífur í dag. Eins með kynlíf. Kannski finnst mér ógeðslega gott, ég kannski sleika og það verið að snerta með brjóstin, en svo einn daginn er ég bara eitthvað á túr eða eitthvað, ég er bara aum á brjóstunum, í brjóstunum. Og þá má ég alveg segja bara, ekki núna, mér langar ekki að gera það núna. Og þá má maður bara virða það. Það er líka þannig að ef ég segi já við sleik eða kynlífi á mánudegi, það þýðir ekki að næstu vitumst á föstudegi eða eitthvað, að það sé bara já aftur þá, af því að þú sagðir já síðast. Þannig að maður getur aldrei svona áætlað samþykki. Líka segjum að ég sé einhver svona, tala við einhvern netinu. Svo hittust við. Vilt þú lauk á þitt? Viltu ost? Ok, það er til í ost. Ef við erum rosa mikið að tala á netinu og ég er bara eitthvað, vá, mér hlakka svo til að hitta þig, hlakka til að kissa þig. Svo hittust við, þú kemur bara beint í sleik við mig eða snertar á mig rassinn eða eitthvað og ég er bara, herru, hvað ertu að gera? Ég er ekki til í þetta. Já, en þú sagðir að þegar við myndum hittast, þá myndum við sofa saman eða fara í sleik. Þá er maður dálítið áætlað samþykki. Þannig að ég er að áætla það af því þú varst búin að segja ákveðna hluti við mig að ég væri komið samþykki fyrir því sem ég vildi gera. En við viljum ekki gera það. Verðum að passa að tala saman. Og þetta er ekkert endilega bara eitthvað svona, vilt þú sofa hjá mér núna? Já eða nei. Þetta er kannski, mér langar ógeðslega að kissa þig. Viltu kissa mig? Og svo kissust við. Og svo segi ég, má ég snerta, þú veist, við erum hérna í sleik, segi ég, má ég snerta á rassinn? Og ég kannski snerti rassinn og svo spyr ég, er þetta gott? Á ég að halda áfram? Viltu, þú veist, á ég kreista rassinn? En maður kannski veit ekki alveg hvað maður á að gera. Þannig að þetta er alltaf þetta samtal og aðalega, ef maður kannski svo lengri í sambandi, þá erum við að læra inn á hvort annað. Þannig að hægt og rólega læri ég alveg hvað þér finnst gott og þú lærir hvað mér finnst gott. Þannig þá er ég ekkert endilega alltaf að spyrja sömu spurninguna, heldur þá kannski bara svona, ertu til í þetta núna? Af því ég veit að við gerum þetta síðast
hugsa ég með sjálfur mér. Þannig að maður er bara svona alltaf að þróa samtalið. En líka það, þótt að maður sé í sambandi, viltu kál? Þótt að maður sé í sambandi, þá er ég ekkert endilega bara með samþykki, bara út frá þau sem í sambandi. Það er ekki þannig að bara, já ok, við erum par núna, þá átt þú bara að vera til í að sofa hjá mér þegar ég vil það. Alls ekki svoleiðis, þannig við getum ekki áætlað samþykki bara af því við erum í sambandi. Maður verður líka að tala saman. Þótt að það getur alveg líka, maður getur alveg gert svona samning með sér. Þannig að eins og ef ég á hérna kærustu eða kærasta og ég er búin að gefa þér gúrku. Nei, vildi þú gúrku? Nei, þetta er kannski að verða komið. Þannig að maður getur alveg gert svona samning með sér. Þannig ég segi bara, herðu, ok, alltaf þegar við erum í sleik, þá finnst þér ógeðslega gott að ég snerta þér á rassin. Þú veist, má ég gera það bara svona alltaf þegar við erum í sleik, án þess að spyrja. Kannski segir þú bara, já, kannski ekki þegar við erum í sleik í skólanum, mér finnst það óþægilegt. En það má líka vera bara, nei, ég vil það og spyrja mig. Og þegar ég er að líka tala með þessa hluti að fólk ég bara tala svo mikið saman og fólk bara, skil það bara eyðileggja stemminguna. Það sem eyðileggur kannski frekar stemminguna er að einhver að gera eitthvað við mig sem ég langar ekki og líður ekki vel með. Og allar rannsóknir sýna að fólk sem tala saman í kynlífi og er duglegt að spyrja samþykki og allt þetta, það er miklu ánægðara með kynlífið sitt. Þannig já, þannig stundum maður gott kynlíf og gera góða samlöku. Tilbúin að smakka þína? Ég get ekki verið sérfræðingur í öllu. Það er samt leiðilegt að því fann samlöku þín ekki góð. Ræðum það eins betur. Mér finnst mín mjög góð. Þannig að ég vil líka að þú fáir alveg góða samlöku.